Jæja, þá ætla ég bara að byrja. Deildarfundur nautgripabænda, hann haldinn 27. og 28. febrúar. Þá á saman tíma verið að halda deildarfundir annarra búgreina, þannig að þetta verður svona stór viðburður líkt og undanfarin ár. Fundurinn verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica, það sem flesti kalla nú bara einfaldlega Hilton á Suðurlandsbraut. Líkt og áður þá þurfum við að kjósa 36 fulltrúa. Þeir eru í 13 kjördeildum líkt og áður og kjörgengi miðast við félagatalið 2. janúar 2025. Það þýðir í raun og veru að viðkomandi, þeir sem voru félagsmenn í bændasamtökunum 2. janúar og voru sannarlega skráðir í deild nautgripabænda, þeir eru þeir sem geta búið sig fram og kosið. Og þú veist, til þess að vera fullgildur meðlimur í bændasamtökunum þá þarf það að vera búin að skrá veltu og skulda ekki gjaldföllin félagsgjöld og þess háttar. Þetta bara svona þessi praktísku atriði. Hérna sjáið þið yfirlit yfir deildarfundinn, fulltrúana. Þetta bara kjördeildirnar hérna í röð og síðan höfum við fjölda félagsmanna og fjölda aðalfundar fulltrúa. Kjalarnesþing með 2 fulltrúa, Baula með 3, félag nautgripabænda við Breiðafjörð með 2, kúabændurnir í Ísafjarðarsýslu með 1, nautgriparæktarfélag Vestur-Húnavatnssýslu 2, félag kúabænda í Austur-Húnavatnssýslu með 2, félag kúabænda í Skagafirði 4, félag eyfiskra kúabænda með 4, félag þingeyskra bænda með 3, félag nautgripabænda á Héraðarfjörðum með 2, nautgriparæktarfélag Vopnafjarðar 1, nautgriparæktarfélag Austur-Skaftafellssýslu 1 og félag kúabænda á Suðurlandi með 9, í heildina 36 fulltrúar. Líkt og áður þá hægt að bjóða sig fram til þess að bjóða sig fram til þess að sitja sem fulltrúa á þinginu. Framboðsfresturinn klukkan 12 á hádegi núna næsta fimmtudag, eftir 2 daga, 9. janúar. Síðan verður rafræn kosning í framhaldinu í næstu viku. Það frá 12 á hádegi á miðvikudeginum 15. janúar til hádegis á föstudeginum 17. janúar fyrirgefið. Hlekkur verður birturinn á netinu, þið munum fá tölvupóst, líkt og áður, þeir eru náttúrulega búin að fá töluvert af tölvupóstum, ger ég ráð fyrir. Síðan ætla ég að fara bara yfir rafræna innsendingu framboða á eftir, af því að þetta allt hýst á sama stað, þannig að í staðinn fyrir að vera endalaust að flakka á milli, ætla ég einfaldlega bara að sýna ykkur á eftir hvar þið finnið þetta allt saman. Síðan höfum við, þetta framboð og kosningar fulltrúa inn á deildarfundinn. Síðan það með innsendingu tillagna. Líkt og áður erum við að styðjast við rafrænt innsendingaform þar sem að þið bara svona fyllið út ákveðin atriði. Tillögurnar þurfa að berast ekki síðar en hádegi 30. janúar. Líkt og áður einungis tekið við tillögum frá fullgildum félagsmönnum, þannig að ef að þeir eruð að senda inn tillögur fyrir hönd gömlu félagana, þá bara minni ég ykkur á það að fá félagsmann til þess að senda tillögurnar inn. Þannig að það fari nú alveg örugglega ekkert úrskeiðis þar. Í framhaldinu af deildarfundinum þurfum við að halda aðalfund Landssambands kúabænda. Líkt og þið þekkið þá var Landssambandi kúabænda ekki slitið, þannig að okkur ber skylda til þess að halda aðalfund einu sinni á ári. Við höldum hann í kjölfar deildarfundar nautgripabænda, þannig að hann verður föstudaginn 28. febrúar, þannig að eftir að deildarfundinum lýkur. Þetta eru sömu fulltrúar og á deildarfundinum og innsendingu tillagna gildir í raun og veru sami frestur og fyrir deildarfundina. Við ætlum hins vegar að óska eftir því og biðja ykkur að ef að þið eru að senda mál sem varða LK sérstaklega að merkja LK fremst í titiltillögu, þannig að við séum fljótar að átta okkur á því að þetta eigi við LK en ekki deildina. Í framhaldinu búnaðarþingið haldið
Það verður haldið 20. og 21. mars 2023. Það verður haldið á það sem ég kalla Hótel Natura eða gamla loftleiðahótelið. Það ber fínt nafn í dag. Það einungis 3 vikur þarna á milli deildarfunds og búnaðarþings, bara svona svo það upplýsist. En búnaðarþingsfulltrúar líkt og áður eru kosnir á deildarfundinum. Við munum hins vegar óska eftir framboðum til þess að sitja búnaðarþingið. Við ákváðum þó að við ætlum ekki að opna fyrir framboðin fyrr en það búið að kjósa fulltrúana inn á deildarfundin. Það einungis praktískar ástæður þar á bakvið, þannig að fólk sé ekki að rugla þessu saman. Það hefur ekkert með það að gera að við viljum fá að vita hverjir eru fulltrúar áður en að framboðin koma fram eða eitthvað svoleiðis. Þetta ekkert svoleiðis, þetta bara svo að fólk sé örugglega að bjóða sig fram á réttan viðburð. Þannig að sé engin ruglingur. En það ekki búið að reikna út hversu marga fulltrúa nautgripabændur eiga, en líkt og áður og líkt og bara stendur í samþykktunum að þá miðast fulltrúafjöldi búnaðarþing sem eru 63 heildina, það háð veltu búgreinarinnar og fjölda félagsmanna. Þannig að það á eftir að reikna það út og verður birt bara þegar við vitum það. Þetta í raun og veru allt sem þið þurfið að vita. Þetta bara svona samantekt af öllum þessum helstu frestum. Félagatalið miðaðist við 2. janúar. Þetta fundurinn sem við erum á núna, 7. janúar kl. 11. Framboðsfrestur fulltrúa, það búið að opna fyrir það og því lýkur 9. janúar kl. 12. Kosning fulltrúa fer fram rafrænt 15. janúar til 17. janúar frá hádegi til hádegis. Fulltrúalistinn mun síðan liggja fyrir 23. janúar í allra síðasta lagi. Hann verður birtur inn á mínum síðum. Sem og annað sem að við kemur þessum deildarfundum. Innsend mál þurfa að hafa borist stjórn fyrir 30. janúar og það búið að opna fyrir innsendingu á því. Síðan hefur stjórnin hefur viku til þess að fara yfir allar tillögur, passa að þetta sé allt eins og það á að vera, skipa nefndir og þess háttar og gögn berast þá fulltrúum 7. febrúar. Fulltrúar hafa síðan 2 vikur í nefndastarf sem mun fara fram rafrænt líkt og undanfarin ár og síðan þurfa gögnin að koma frá nefndunum aftur 20. febrúar. Þannig að það sé hægt að senda það fulltrúum og þeir fulltrúar hafi þá þann tíma sem hafi þá viku til þess að kynna sér þetta áður en að þingið sjálft er. Þetta eru þeir frestir sem þið þurfið að vita. Síðan þetta bara viltu bjóða þig fram og ég ætla bara að fara yfir það með ykkur hvernig þetta form er. Nú færumst við yfir á heimasíðu bændasamtakana. Að ef við erum á heimasíðu bændasamtakana þá má finna undir sparaðu þér sporin . Bíðið eitt augnablik, ég ætla að mjúta einhvern sem er að spjalla. Svona. Þið farið undir sparaðu þér sporin, farið í deildarfundir búgreina. Þið ítið þar á, þá fáið upp þessa upplýsingasíðu. Þetta eru bara þessi atriði sem ég var að fara yfir. Þetta hérna niðri finnið þið skráningarformin. Það innsending tillagna fyrir deildarfundi. Þetta söma tillöguform og þið þekkið. Þetta bara nafn innsendanda að þú sendir inn fyrir hönd einhvers, kennitala, netfang, símanúmer. Þetta gert til þess að við getum haft samband við ykkur ef við þurfum einhverja frekari útskýringar og kennitalan til þess að athuga hvort að þið séu félagsmenn. Síðan þetta bara hvaða deild þið eru að senda þetta til. Þetta staðlaform fyrir allar deildir. Þið veljið náttúrulega nautgripabænda. Síðan það bara titill, efni og rökstuðningur, hvort að það að fara til stjórn bændasamtakana eða stjórn deildarinnar og hvernig megi framfylgja. Svo ítið bara á submit. Sama þetta frambúð til setu á fundi sauðfjárdeildar og frambúð til setu á fundi nautgripadeildar. Þannig að þið ítið á, þið fyllið nafn, kennitölu,
heimilisfangið, netfang, símanúmer og hvaða kjördeild þið eruð og ítið á submit. Flóknara er það ekki. Síðan þurfið þið ekkert að hafa áhyggjur af þessu neðsta, skráning á deildarfundi búgreina þar sem að það á við hinar deildirnar, sem sagt ekki sauðfjárbændur og nautgripabændur heldur þá sem eru með sem sagt annað form. Ég ætla jafnframt að benda ykkur á að ef þið hafið ekki ennþá farið inn á mínar síður þá hvet ég ykkur til þess að gera það eindregið. Það hérna uppi, mínar síður við hliðin á Bændatorginu. Mínar síður, þar munum við hafa allar helstu upplýsingar sem þið þurfið að vita. Þið fáið upp svona innskráningarhlekk, þar setið inn símanúmerið ykkar og staðfestið það með rafrænum skilríkjum. Nú er ég að bíða eftir að viðurkenningin komi í gegn. Þetta bara eins og hvert annað sem þið notið rafræn skilríki í. Þar farið þið inn á ykkar síðu. Þetta vill ekki virka fyrir mig, en þið farið sem sagt þar inn, þið hafið væntanlega flest séð mínar síður. Þetta þar birtist ykkur svona sér síða og það er mjög auðvelt að skrolla þar í gegn. Ég ætla að athuga hvort ég fái þetta til þess að virka með því að opna þetta í öðrum vafra, þannig að þetta sé ekki allt. Annars í raun og veru bara spurning hvort að þið hafið einhverjar spurningar varðandi þetta. Þetta virðist allt vera voða skýrt, það eru litlar spurningar. Litlar spurningar. Mér langar nú kannski bara að nota tækifærið og hvetja fólk til að bjóða sig fram til deildarfundar og taka þátt í starfinu. En sem komið eru ansi fá framboð komin. Það mikilvægt að við fáum framboð og grasrótin sé virk. Þetta dálítið mikilvægur, ekki það, þessi deildarfundur eru auðvitað alltaf mikilvægir en á þessum fundi núna þurfum við að fá svolítið skýra stefnu og sýn varðandi nýja búvörusamninga. Þeir eiga að taka gildi 2027, samkvæmt að núgildandi samningur rennur út í lok desember 26 og við þurfum á þessum fundi að fá, eins og ég segi, svolítið skýr skilaboð frá félagsmönnum og fulltrúum hvaða áherslur á að leggja á í nýjum búvörusamningum. Og mér langar að hvetja bara ykkur og félagsmenn almennt til að hugsa þetta svolítið. Hvernig sjáum við þetta fyrir okkur? Ætlum við að gera þetta á svipuðum nótum og við erum að gera í dag? Hvað þurfum við að laga? Hvað getum við gert betur til að ná þeim markmiðum sem við setjum okkur? Það alveg áskoranir, það bara samkvæmt spám þá mun landsmönnum fjölga og það þurfi að auka matvælaframleiðslu talsvert mikið. Hvernig tryggjum við það? Það verður við íslenskir bændur sem að sinnum þeirri auknu eftirspurn. Nú eins og margoft hefur verið rætt þá áskoranir varðandi nýliðun og fleira. Getum við einhvern veginn beitt búvörusamningum betur til að koma til móts við fólk? Svo ég nefni nú svona eitthvað, en eins og ég segi, þetta svona aðalega hvatning til fólks að hugsa málið og svona kannski þora að líta aðeins út fyrir boxið. Eitthvað sem við getum gert öðruvísi eða breytt til að ná betri árangri. En eins og ég segi, líka að hvetja fólk til að bjóða sig fram og taka þátt. En nú hefur Finnur beðið orðið, sé ég. Heyrið í mér? Já. Já, mér langaði til þess að spyrja ykkur nokkur tæknilega atriði varðandi þessa kosningu. Þetta náttúrulega var alveg fáránlegt hvernig þetta var síðast. Að menn hafi ekki aðgang að þeim sem eru kjörgengir þegar verða að kjósa. Þannig að ef að vera að gefa mönnum kost á að skrifa niður nöfn á atkvæðaseðil, þá lítur að vera alveg grundvallar atriði að menn viti hverjir eru kjörgengir, þannig að atkvæðaseðil verði ekki ógildur. Og sérstaklega í þeim tilfellum þar sem að ekki nógu mörg framboð til þess að uppfylla fulltrúafjöldan sem að viðkomandi deilda og rétt á að skila inn.
Ég gerði pröfu á þessu í fyrra og ég skrifaði sko, fullt af nöfnum sem að við ekki svona hvernig kýr líta út og samt fór seðillinn í gegn. Og þá var náttúrulega leiðurinn ógildur, en það skýrt ekki fram að nöfn á seðlunum sem eiga ekki gjörgengi ógilda seðilinn. Og ég ætla bara að krefjast þess af ykkur að þetta verði lagað, þannig að kosningin verði með eðlilegum hætti. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Var það ekki rétt skilið hjá mig, Guðrún Björg? Er ekki stemt á að félagatali nöfnin liggi fyrir inn á mínum síðum? Þannig að þú getur gengið úr skugga að sá sem þú ætlar að kjósa sé félagsmaður og kjörgengur í samtökunum. Þetta á að vera stendur til og verður bara komið inn á mínar síður. Þannig að félagsmenn, þannig að þið geti gengið úr skuggum að þeir sem þið vilji kjósa séu kjörgengir. Kannski allt til að bæta við þetta, það verður ekki gert þannig í ár og það er sem sagt á eftir að finna útfærslu á því að hvort að það sé einfaldlega hægt. Þetta er ekki þannig að það birtist nöfnin fyrir neðan, en þetta verður sem sagt bara allt félagatalið verður aðgengilegt inn á mínum síðum, þannig að þið geti verið búin að kíkja á það, hvort að Jón eða Gunnar eða Guðrún sé félagsmaður. Þannig að það stendur til bóta. Fyrst ég kom með orðið þá langar mig til þess að sýna ykkur, mér tókst að skrá mig inn á mínar síður, tölvan hætti að vera með leiðindi. Þegar þið eru komin inn á mínar síður þá líta þær svona út. Það eru fundagerðir, það er bændageð, það eru hérna upplýsingar ykkur, svo þegar þið farið neðar þá kemur hérna tilkynningar frá BÍ. Þið sjáið hérna efst eru upplýsingar fyrir deildarfundi, tímslekkur fyrir félagsfund sauðfjárbænda og tímslekkur fyrir félagsfund nautgripabænda. Hérna undir upplýsingar fyrir deildarfundi er nákvæmlega sama síða og ég var að sýna ykkur áðan. Hérna getið þið skráð ykkur og þess háttar og við munum styðjast við sambærilegar síður, sambærilegt fyrirkomulag þegar þegar við erum komið með hverjir voru kosnir og svoleiðis þá mun slíkt birtast hérna inni. Við erum að fara að nota mínar síður í auknum mæli af því að þannig getum við stýrt því að það eru félagsmenn sem sjá þessar upplýsingar. Síðan bara því að þú varst að tala hérna frambúðin þá eru þetta frambúðin sem eru komin. Það komið 1 fyrir Baulu, 1 fyrir Breiðafjörðinn, 1 fyrir Vestursýsluna, 1 fyrir Skagafjörðinn, 4 í Eyjafirði og 3 á Suðurlandi. Þannig að þið sjáið að það vantar töluvert upp á. Já, því til viðbóta þarf að manna varamenn sem eiga að vera jafn margir. Já. Og ég er ekki búin að yfirfara hvort öll framboðin séu í samtökunum þrátt fyrir að mjög snögg yfirferð sýnist mér það. Svo ég svari nú hérna því sem var verið að skrifa í chatinu þá já, Karl Guðmundsson er skráður í Vestur-Húnavatnssýslu. Eru einhverjar fleiri spurningar eða vangaveltur varðandi þessi mál, varðandi deildarfundin? Svo kannski bara ágætt að minnast á það ef þið lendið í einhverjum vandræðum, ef þið hafið einhverjar spurningar, eruð ekki viss hvernig þið að komast inn og þess áttar þá er ykkur að sjálfsögðu alltaf heimilt að hafa samband. Þannig að ekki sitja og blóta við eldhúsborðið, heyrið frekar í ykkur og við skulum reyna að finna lausn á málinu. Það er kannski ágætt í framhald af því að hvetja fólk til að vera ekki endilega að bíða fram á síðustu stundu. Það var nota tíman. Þröstur, rétt upp hendi. Já, við erum hérna bæði. Ég var að lesa þetta blað sem var sett inn á mínar síður og í tölvupóstinum og ef ég man rétt stendur ef að einhver kjördeildin fyllir ekki fulltrúafjölda að þá færast fulltrúar yfir á
aðra? Hvað getur útskýrt það betur og jafnframt sko, ef þetta er rétt skilið hjá mér, í hvers konar, með hvers konar hlutfallsútreikningi er það þá reiknað? Hver á að fá auðsæti? Hvaða kjördeild á að fá auðsæti ef það eru margir sem að eru með framboð og margar deildir sem að vantar að fylla sitt framboð? Þú getur útskýrt þetta aðeins betur. Viltu ekki að ég taki þetta, Rabbi? Já, það er ágætt, Guðrún. Það er í raun og veru, þetta er smá misskilningur. Þetta er ekki ef að maður nást ekki framboð að þá færist hann á milli. Þetta er í raun og veru, það sem stendur í bréfinu er sem sagt hvernig við ákveðum skiptinguna á milli sem sagt fulltrúa eftir félagsmönnum. Það er þannig að fyrir hverja byrjaða 35 færðu 1. Þannig að ef það eru undir 35 einstaklingum í kjördeildinni þá færðu 1. Ef það eru 36 til hvað? 70, nú er ekki alveg svona snögg í hugareikningi. Þetta er sem sagt, þetta er hvernig við ákvörðum að það séu 9 á Suðurlandi, hvernig það séu 4 í Eyjafirði og þess háttar. Það er bara í þessu, þar sem að við ég ætla nú bara að geta sagt ykkur þetta nákvæmlega ef ég opna rétt Excel-skjal fyrir fram að mig. Sjá, það er, já, sem sagt ef að félagsmenn eru 1 til 35 þá færðu 1 fulltrúa. Ef það eru 36 til 70 þá færðu 2, það eru 71 til 105 þá færðu 3 og þar fram eftir götunum. Þegar að við erum búin að fara eftir þessari reglu, til dæmis í ár, þá fórum við eftir þessari reglu, þá var fjöldi fulltrúa 35. Okkur vantar í raun og veru 1 fulltrúa af því við samþykktum eigum að vera með 36. Þá reiknum við það þannig út hver er næstur því að ná inn næsta fulltrúa. Það er að segja, ef að einhver kjördeild vantar bara 2 félagsmenn til þess að fá 3. fulltrúan sinn inn, næstu kjördeild vantar 10 til þess að fá kannski 4. mannin sinn inn, þar fram eftir götunum, þá úthlutum við þessum síðasta fulltrúa á þá deild sem er næst því að ná inn næsta fulltrúa. Þetta tekur ekki á því vandamáli ef einhver býður sig ekki fram, af því að þá þurfið þið bara einfaldlega að skrifa inn nöfn félagsmanna sem þið viljið kjósa. Þetta tekur heldur ekki á því ef það er enginn kosinn. Segjum sem svo, einhver í deildinni, það býður sig enginn fram og það kýs enginn. Eða það er einhver kosinn og viðkomandi er ekki félagsmaður. Þá er náttúrulega enginn fulltrúi frá því svæði. Þetta tekur ekki á því. Og það kom nú til umræðu meðal stjórnar, bara á stjórnarfundi í gær, að það þyrfti mögulega að fara að ræða það hvað eigi að gera í slíkum tilfellum ef að það kemur ekki fulltrúi frá einhverju deildinni. En það er ekkert það í samþykktunum og við erum ekki að gera neina breytingar á slíku. Það er eitthvað sem að fundurinn þarf í raun og veru að ákveða hvernig yrði tekið á. Í fyrra gerðist það þannig að í Ísafjarðarsýslunni var kosinn fulltrúi en hann forfallaðist. Þannig að það kom einfaldlega enginn frá Ísafjarðarsýslu í fyrra. Af því að það var enginn varamaður og sá sem ætlaði að komst ekki. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að skoða svo í áframhaldinu. Ég ætla bara að segja takk fyrir að útskýra þetta því þetta var svolítið óskýrt í bréfinu. Já, bara afsakið það og bara að gera að spyrja. En þetta er líka kannski bara í framhald af þessu, bara aðeins umhugsunar efni, því að Guðrún Björg nefnir Ísafjarðarsýslu sérstaklega, Við erum með 13 kjördeildir og það er alveg ljóst að ansi margar af þeim eru ansi fámannar. Þannig að það er svona umhugsunar efni hvort að félagar vilja eitthvað huga til sameiningar eða eitthvað að stækka deildirnar, því að þetta er bagalegt ef það næst ekki framboð og næst ekki einu sinni kosning. En það er eitthvað sem verður að koma frá grasrótinni og félögum sjálfum. En þetta er allavega til umhugsunar, finnst mér.
Einhverja fleiri spurningar, vangaveltur? Ásta var með eina í tjattinu. Það er hvar og hvenar koma nöfn þeirra sem bjóða sig fram, er það bara þegar kosningin byrjar. Við eigum fund með kosningafyrirtækinu á eftir. Ég þarf að fá það staðfest. Þeir voru að tala um það að það væri hægt að fara inn og skoða kjörseðilinn þótt þú gætir ekki kosið. Þá náttúrulega sérðu hverjir eru í framboði og hverjir eru í framboði og getur þá séð það þátt fyrir þú getur ekki kosið. Ef að það er ekki ef að það er ekki hægt, mér skildist það að væri hægt, en ef það er ekki hægt þá skulum við bara skoða það hvort það sé ekki bara hægt að birta lista inn á mínum síðum. Og það er þá bara hægt að birta hann þegar að öll framboðin hafa borist, þá bara eftir hádegi á fimmtudaginn. Annars ef þetta er eins og þeir eru með þetta, þá er það þegar þeir eru búin að stilla upp kjörseðlunum. Takk fyrir þetta. Aðalsteinn Hreinsson. Já, góðan daginn. Og gleðilegt árið. Ég áttaði mig ekki alveg á því með tillögur til LK. Ég hlýt að vera misskiljandi eitthvað. Hverslags tillögur getum við sent inn á aðalfund LK? Hefur það einhvern ákvörðunarvald ennþá? Hversu virkt er það, meina ég? Ég held að það væri í sjálfu sér bara nafnið orðið, sko. Takk. Í sjálfu sér er LK skúffufyrirtæki, en hins vegar á LK töluverðar eignir og það kom tillaga allavega fyrir aðalfund LK, það var ekki hitti fyrir að Guðrún Björg, varðandi að það veita heimild til að nota hluta af því fjármagni í kyngreiningu á sæði, sem var ágætt að fá formlega gegnum aðalfund að stjórn hefði þá heimild að nýta hluta af því fjármagni sem til er. Þannig þetta er nú fyrst og fremst ef að fólk er með einhverjar hugmyndir varðandi nýtingu þessara fjármuna eða eitthvað slíkt. Starfsemi LK er nánast engin að öðru leyti. En félagið er til og þetta er fólki frjálst að leggja fram einhverja tillögur, en það er svona fyrst og fremst í þessa veru þá sé ég fyrir mér. Herðu, einhverjir fleiri með eitthvað? Svo virðist ekki vera, þá bara förum við að segja þetta gott. Ég bara ítreka aftur hvatningu mína til fólks að taka þátt og láta sig málin varða, mynda sér skoðun og taka umræðuna. Það er vænlegasta leiðin til að farsælla niðurstöðu sem flestir segja sína skoðun. En að svo sögðu þá bara þakka ég fyrir fundin og takk fyrir að gefa ykkur tíma til að mæta. Takk í bili. Verið bless. Takk fyrir.